Ágætu viðheyrendur og sjómenn góðir, til hamingju með daginn ykkar, sjómannadaginn 2015 og sem fyrr þetta viss merkisdagur og hátíðisdagur hjá þjóðinni sem með þessum hætti hefur samþykkt að gefa sjómannastéttinni einn dag á ári sem hún hefur fyrir sig. Og þetta hefur verið frá fyrsta degi fánadagur sem merkir það að menn mega hífa upp íslenska fánan af því að sjómannadagurinn og lögin í landinu segja að það sé heimilt. Það ekki allir dagar, jú auðvitað eru allir dagar þannig séð fánadagar, en það ekki öll tilefni merkt íslenska fánanum, en sjómannadagurinn það. Vegna þess að þessi þjóð í raun hefur alltaf svona þótt vænt sjómennina sína og vilja svolítið hlúa að þessari stétt, þó ekki sé þetta nú með sama hætti og var hér í eina tíð þegar þessi sem hér tala var til að mynda ungur maður í Hafnarfirði og allt snerist meira og minna sjómennsku, sjómenn, báta, togara og fraktskip. Þetta ekki þannig í dag lengur, en samt þessi stétt enn við lýði, hún ennþá aðsópsmikil og það sem hún að gera skiptir þessa þjóð verulegu máli. Það kom mjög vel fram í þeim atburðum sem gerðust hér 2008 þegar að bankarnir hrundu og í raun allt lamaðist, sem lamast gat lamaðist. En þá stóð eftir sjávarútvegurinn sem sýndi okkur enn og aftur á hverju þessi þjóð byggir og hverjar hennar grunnstoðir eru. Það kemur frá hafinu. Við erum búin að vera með alls konar væntingar eitt og annað, reynt að byggja upp eitt og annað og margt hefur tekist vel og allt saman það. Auðvitað er allt saman atvinnuskapandi og gjaldeyrisskapandi, en þegar á móti blæs, eins og við sáum 2008, kom í ljós á hverju þessi þjóð á hvaða grunni hún stendur og það sjávarútvegur. Þetta bara það sem að Drottinn hefur sett upp í hendurnar á þessari þjóð og treystir henni fyrir að fara vel með. Og hún hefur reyndar ekki alltaf farið mjög vel með þessar gjafir sem af sjónum hefur fengist, en hún hefur lært það eftir harðan skóla. Þá hefur hún lært það og núna svo komið með afkastameiri skipum, stærri skipum, öflugri skipum, stærra veiðarfæri. Þetta hefur allt stækkað margfalt frá því sem var. Að svo komið að það verður að skammta þessu, það verður að stýra aðsókninni á miðin og það hefur verið gert. Það var bara ekkert neitt annað að ræða. Afkastagetan og krafturinn í veiðunum slíkur að annað var bara ekki hægt. Og þetta í og með á sjómannadagurinn að minna okkur á og líka hann á að minna okkur á að við gætum réttlætis í þessu öllu saman. Hver baráttumál sjómanna eru nú í dag þekki ég ekki, en það samt ýmislegt sem mætti vera réttlátara en það og kannski má nefna þar í sambandi við aðgengi manna að miðunum. Kannski búið að þrengja þann stakk of mikið, kannski þurfum við að fara að rýmka hann aftur til þess að hleypa fleira fólki, fleiri einstaklingum, þessum einyrkjum, trillukollum, að þeir fái að stunda sína róðura svona aðeins meira frjálst heldur en verið hefur kannski hingað til. Það þetta réttlæti sem ég að tala sem þarf að vera, vegna þess að ef við viljum heiðra sjómenn sem við gerum og viljum, þá eigum við líka að heiðra þá með þessum hætti að gefa þeim svolítið svona frjálsara spil að sumu leyti en vera þetta með heildar kvóta, heildar magn að hverju tegund sem tekið úr. Þá segja menn, þá missir einhver annar, jú það verður þá bara svo að vera. Við verðum að gæta alls réttlætis. Þessi þjóð þarf að byggja því réttlátu kerfi. Hún þarf að byggja á sanngjörnu kerfi og við getum alveg komið sanngjörnu kerfi á
en við verðum bara að vilja það. Og þetta dagurinn sem að sjómaðurinn á að geta svona áréttað svona ýmislegt fyrir, já, hvorum öðrum og stjórnvöldum og þeir sem fara fyrir þeim í ýmsum málum, að þetta verði með þeim hætti. Af því að grunnurinn að því sem við eigum í dag, kemur frá hafinu, kemur frá sjómönnum, kemur frá þeim skipum sem hafa verið gerð út í gegnum tíðina og við byggjum svo mikið á enn þann dag í dag. Þó annars sé kannski upp í dag, þó aðrar áherslur séu í atvinnumálum nú í dag en voru kannski fyrir hálfri öld, að þá þetta samt grunnurinn sem allt hitt byggir á og það sjálfsagt að þeir sem stóðu að þessum á sínum tíma njóti einhvers arðs þannig séð af því að hafa lagt þetta til á sínum tíma með höndum sínum og úthaldi sínu og öllum þessum fjarvistum frá fjölskyldum og öðru sem sjómanna lífið menn eru mikið frá sínum fjölskyldum og var þó meira heldur en núna því að þetta orðið svo allt öðruvís í dag en samt. Túrarnir eru langir og menn eru þá fjarri sínum fjölskyldum og sjómannalífið verður aldrei neitt venjulegt líf þannig séð. Það verður alltaf öðruvísi, öllu öðru sem við erum að gera í þessu landi. Þess vegna það mikilvægt að við höldum í heiðri þennan eina dag á árinu sem sjómannadag, gerum honum svolítið svona flott skil og það hafi nú verið gert að vísu orðið svolítið vanafast, kannski má breyta því einhvað, en það þeirra sem að sjá það að gera þá það. En okkar sem að stöndum að sjómönnum, við viljum sjá þessa til að mynda öldruðu sjómönnum, við viljum sjá það heiðra það. Hvað rangt við það? Að heiðra starfsmann sem búinn að veltast á sínu skipi kannski áratugum saman eins og margir af þessum mönnum hafa gert. Hvað rangt við það að heiðra þessa menn og þakka þeim bara fyrir velunni störf? Eins og ég var að segja á þá verður sjómannastarfið aldrei neitt venjulegt starf þannig séð. Það hefur alltaf sína sérstöðu sem liggur fyrst og fremst í því, það þessum fjarvistum. Og vegna þess að landið undir þeim svo má segja á hreyfingu. Það steypir stömpum og alls konar í gangi sem að landmaðurinn þarf ekkert að velta neitt fyrir sér en sjómaðurinn lifir við árum saman þar að segja á meðan hann enn á sjónum. Menn segja, já, hann valdi þetta sjálfur, það alveg rétt, hann valdi þetta sjálfur en það ekki þar með sagt að það megi ekki alveg gera svolítið vel við þessa menn vegna þess að þeir völdu þetta starf sem svo mikilvægt fyrir þessa þjóð, svona fyrir heildina. Það verður aldrei frá henni tekið. Að þetta grunnurinn, eins og við vorum að byrjum þetta spjall á að tala að við sáum þetta svo vel þegar hrunið kom, hvernig landbúnaðurinn sjómannastéttin stóð upp úr og hélt þessu öll uppi eins landbúnaðurinn. Þegar enginn vissi bara hvað var að gerast. Þá áttu við þessar matarkistur tvær, en á svona landbúnaðurinn hefur verið hornreka í áratugi og hefur nú kannski rétt svolítið kútinn hvað það varðar. En sjómannastéttin auðvitað ekki nein hornreka, en hún hefur ekki þessa stöðu í samfélaginu sem hún hafði einu sinni. En sjómannastéttin, sjómannadagurinn minnir okkur svolítið á að enn fyrir hendi, enn til staðar og þetta hefur ekkert svo mikið breyst. Og við höfum söguna til að segja okkur frá því að svo sé ekki. En okkar auðvitað að vinna úr sögunni og skilja hana með réttum hætti til þess að við höldum í ræturnar. Það svo mikilvægt að við höldum í ræturnar fyrir þetta samfélag. Ef að þær tínast, ef þær slitna upp, þá held ég sé nú nokkuð illa fyrir þjóðinni komið. Þannig að við eigum að nota það sem við eigum og höfum til þess að nota það þá til þess að brýna okkur til þess að halda áfram í þessum farvegi og gefa þessari stétt svolítið aukið vægi í bara alls konar réttindi sem kannski ekki endilega á allra færi. Það allt til að gera vel við stétt sem grunnstétt. En það hefur verið allur gangur á því. Ef við segjum þetta gott í bili og hleypum að einu lagi, svo tökum við smá syrpu að laga í loknu. Gjörðu svo vel.
Já, ágætu vinir, við heyrðum hérna fallegt lag og sáum myndir sem að ég höfundur tók á sínum sjómennsku ferli og þetta eru myndir frá fyrstu elstu myndirnar sem við sáum til að byrja með, þær eru síðan 1970 og yngstu myndirnar sem við sjáum, endum á þeim, þær eru frá 76 og ég á nú reyndar ekki eldri myndir heldur en þetta og það er nú reyndar ekkert mjög mikið að taka kvikmyndir um borð í þessum skipum og það hefði alveg mátt vera meira en svona var þetta og maður sá náttúrulega ekki fyrir það að þetta yrði svona dýrmætt fram í sekti og þannig er þetta nú bara með okkur að við sjáum ekki mjög langt fram í tíman og það sem maður er að gera akkurat í því andartaki er maður ekki kannski að hugsa til langs tíma í senn. En svo á maður þetta og þá sér maður náttúrulega gildið og sér svona líka heimildagildi í þessu og nú er þetta komið fram og hafa margir skoðað þetta og verið sáttur við þetta sem að þeir sjá vegna þess að þetta er bara sagan. Sjómannasagan. Mest af þessu sem að við horfum á þessum myndum er horfintíð, er ekki lengur.
Skuttogararnir eru teknir við alfarið, eru náttúrulega fyrir áratugum en við sjáum þarna til að byrja með síðutogara. Hann farinn fyrir löngu. Við sjáum þarna líka Norðursjóveiðarnar, þær ekki lengur. Og bátarnir sem að veiða þarna, horfnir allir og annars konar skip komin í dag, miklu margfalt stærri, öflugri, fallegri og ég veit nú ekki fallegri, allavega öflugri og bera að landi margfalt á við það sem að stærstu bátar þá gerðu. Og þetta náttúrulega segir okkur það líka að við þurfum að stýra þessu, við þurfum að stjórna þessu vegna afkastagetunar. Við deilum ekkert það, menn bara vita þetta. Og þetta eitt af því sem að sjómannadagurinn getur áréttað við okkur. Það sem sagt að við séum svona ábyrgðarfullt fólk. Og það eru við í dag, þó við höfum ekki verið það lengst af, en þá lærðum við okkar lexíu og það var tekið á þessum málum. Og í dag eru þau í allavega góðum farvegi, þó góðu farvegu sé svona umdeilanlegt og þetta verður sjálft alltaf deilt hvernig ná að gera þetta. En þó held ég að sé ekki deilt það að við verðum að stýra þessu. Það held ég að allir hár og lár sé sammála Þannig að sú mynd ekki lengur uppi að gefa þetta bara frjálst. En þó væri möguleiki á því, kannski, að gefa einyrkjónu svona eilítið meira svigrúm en hann hefur, þá ég að tala trillukallinn á trillunni sinni, hann getur farið út og sótt sér svona einhvern afla til þess að selja á markaðinn og svo framvegis til að hafa svona kannski meðfram ykkur öðru og það væri bara sanngirnismál. Þannig að þetta kerfi þarf að líka að vera byggt upp með sanngjarnan hátt. Því að það ekkert endilega réttlæti í því að þetta sé á fárra höndum, því að það að vera með á fárrum höndum kannski bara slæmt, þeir uppi staðið. Það ekki góð reynsla af því þegar við erum með svona mikilvæg batteri á fárra höndum. Það ekki reynsla hvorki þessara þjóðar né neinnar annarra þjóðar. Á fleiri höndum það betra og líka að vera með einstaklingin svolítið inn í þessu svona, það sitt réttlætismál. Það getur við alveg verið sammála og þess vegna þessi dagur gæti líka verið dagurinn sem við svona undirstrikum þessi mál, ekki bara kaup og kjör dagsins, heldur þannig erum við kannski að tala inn í framtíðina og sem getur breytt svo mörgu fyrir marga. Það getur vel verið að sjómaður sem orðinn fullorðinn roskinn og honum langar til þess að kannski margir eiga trilluhorn og þeir hefðu gaman að því að fiska sér bara til þess að selja á markaðnum, en þá þurfa kvóta, þá þurfa leyfi, þú mátt skilt mér vera með stöng og svo framvegis, en það verður náttúrulega aldrei neitt atvinnuhugur, en kannski langar einhverjum til þess að vera með hina aðferðina og svona hafa svolítið meira heldur en kannski ellilífeyririnn og hefur alla burði og heilsu til, þá ætti hann að geta farið inn á þennan veg með því að sækja sér bara sín leyfi. Á þess að heildarmyndin skerðist neitt því að það bara ákveðið magn sem á veiða, en mætti svona vera kannski aðeins horft til einstaklingsins meira og þetta eitt af því sem sjómannadagurinn 2015 gæti vel svona lyftaðins upp til þess að fá umræðu En sjómannadagurinn merkist dagur þannig séð og svona það ákveðin stemming alltaf yfir þessum sjómannadegi og það alltaf gaman að vita til þess að til dæmis í dag, ég veit nú ekki hvort það hafi nú ekki verið alltaf, en ég held að sé nú í dag að þá skipum skylt að koma til hafnar á sjómannadaginn þannig að menn eigi svona frí á þeim degi. Því þetta hvað sem menn segja, þá þetta nú samt þeirra dagur. Og það verður ekkert frá því tekið að þetta sjómannadagur, þetta fyrir þá sem á sjó og fyrir þá sem hafa verið á sjó en eru svona sjómenn í hjartanum sínu þó þeir séu í landi í dag, þá einhvern veginn mjög erfitt að slíta sig frá sjónum, það þekkja menn nú mjög vel en það svona að því þetta svona sérstakur heimur, þetta ekki bara eitthvað út í loftið, þetta svona við búum sjómenn þröngt og við erum kannski lengi saman margir af okkur
og þekkistu mjög vel að því bara þrengslin borð, þau koma þessu til skila að við náum að þekkjast mjög vel og þetta eru tengsl því sem geta varað alveg svo lengi sem maðurinn lifir. Og það mjög algengt einmitt að menn bara séu vinir sem kynntust fyrst borð í skipi, ungir, við segjum bara ungi menn og þegar aldurinn færist yfir þá ennþá sömu kjarnavinirnir og þeir hafa alltaf verið. Vegna samfélagsins, vegna þrengslana og vegna þess að þeir voru með þurft að deila öllu saman meira og minna. Og þegar svoleiðis þá nú mjög erfitt fyrir menn að kynnast ekki neitt. Þannig að menn ná saman með þessum hætti og það skapast alltaf vinátta milli einhverra manna. Þó kannski hún sé ekki allra þannig sé, þá hún einhverja sem helst bara lón og dón í Jesú nafni. En það Kristur, við höfum nú ekki tala mikið hann hér, en hann lykillinn að því sem að sjómaður þarf að eiga. Og hann má líka alveg vita það að fyrir honum beðið, það beðið fyrir stéttinni og hefur alltaf verið gert og það verður haldið áfram að biðja fyrir þessar yndislegu sjómannastétt, því að hún yndisleg og þetta eru menn sem hafa fórnað sér á vissan hátt. Sumir hafa horft á eftir félögum sínum í hafið, þó að það sé orðið minna það og við þökkum auðvitað Guði fyrir það. Vegna þess að slysavarnirnar eru orðnar það miklar í dag að það svo margt sem gert og menn eru orðin miklu meira vakandi fyrir öllu sem heitir slysavarnir. En Konráð Rúnar Friðriksson segir þetta gott og óskar okkur bara enn og aftur til hamingju með sjómannadaginn og við skulum enda þetta á söng. Amen. Amen.